Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá eru synir Egils á samstöðinni. Við sitjum hérna bræðinni ég og Gunnar Smári og eftir koma til okkar 3 þingmenn. Það eru Ása Berglind Hjálmarsdóttir Samfylkingu, Sigmar Guðmundsson Viðreisn og Sigurður Hilmarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. En til að ræða svona vettvang dagsins þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Helga Vala Helgadóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Hvað það er svo sem eðlilegast að byrja í stjórnmálunum eða eitthvað. Byrja þetta á grundatanga. Það er svona, það er talað það sem hamfarir. Þetta ekki, svo fólk lætur svolítið hátt og mikið með það. Inn á þinginu, en þetta er náttúrulega, ég fylgdist svolítið mikið með þessu því að í mínu fyrra starfi, þá vann ég fyrir ABB eða Jóhann Rönning sem að flutti inn fyrsta spennin, þetta var reyndar í Kerskála 2, ég vona þetta sé ekki spennunin sem ég flutti inn, þessi næsti sem kom á eftir. En sko, ég ætla bara að setja ykkur staðreyndirnar, sko, að þegar sá spennir kom, þetta var á síðustu öld, börnin mín voru nýfædd þegar að vera 30, og þetta álver er náttúrulega sko upprunalega gamalt álver úr héraðinu sem var fluttinga, þó það hafi ekki mátt tala þá í Íslandi. En við nefndum þetta við rauðaborðið mitt. En gaurinn sem að flutaði inn var þó snjall, hann keypti nýjan rafbúnað í það, þannig að þetta var svona eins og að gera það upp. Hann kýrin og þetta alltaf eldgamalt. Og svona spennir er svo viðkvæmur, þannig að hún kom í sérstöku skipi hérna, við þurftum að flytja inn sérstakan pramma á 18 hjólum sem færðan frá höfninu og Grundartanga upp á endan á húsinu og það jarðskjálftamælir á svona spenni að því að ef hann hristist of mikið í flutningi að þá bilar hann. Og þetta er náttúrulega margra mánaða eða jafnvel árs sko, bið og framleiðsla á svona... Þetta er ekki til að laga einhvers þar. Nei, og á þessum tíma voru við nú reyndar einlega hérna fyrir ABB frá útlöndum hér á landi svona fyrirbyggjandi viðhald, þannig að seldum það til Landsvirkjunar og Rarik og svona, þú fylgist með öllum búnað og skiptur honum út áður en hann bilar. Ég notabenni veit ekkert þetta núna, ég bara segja þetta til að fólk skilji vandan. Hinn hlutina, því að ég vann í bæði stækkunin á Ísal og þessu fyrsta áfanga þannig á Grundartanga, að álver er sko svona þetta er náttúrulega frá iðnbyltingar, þetta er gamaldags iðnaður, hráfuru iðnaður, þannig að komið með þessa báxítsteina sem eru grafnir upp og við erum bara að nota fallvötnin okkar til að bræða þá í ál sem er síðan flutt úr landi til að vinna í bíla eða eitthvað, hérna svona bolla eða símanna eitthvað. En það er rosa mál að setja svona verksmiðju í gang, keyra hann upp, ker eftir ker og hafa síðan flæðandi stöðugt málminn í því og það má alls ekki stoppa af því þá bara harðnar í kerjunum. Þess vegna var hér þegar við vorum unga allavega, veit ég hvort þú manst eftir því, að þá á jólunum, þegar allir kveikt á eldavélunum til að elda matinn og sama tíma, allir vildi hafa matinn tilbúin kl. 6 á jólunum, að þá stundum sló út Reykjavík. Af því það mátti alls ekki slá út Straumsvík, álverðin. Það hafði forgang. Þannig að sko, þetta er svona bara baksagan til í skiljið vandan þegar það verður svona stór bilun, ef hún er svona stór ef við geta að laga spenni sem er og það er að býða eftir röð, þetta er náttúrulega allt sem er óljóst og ef það þarf að keyra niður framleiðsluna núna því að rafmagni kemst í að þá tekur heillangan tíma að keyra það upp aftur og þannig að auðvitað er þetta er risa viðburður í einni af 3 verksmiðjum í einni af 3 stóru atvinnugreinum okkar. Þannig að þetta er ekkert sko lítilvægt en við verðum að fá þessa staðreyndir en þetta er bara til að skilja hversu alvarlegt þetta getur. Sko koma þeir áttu sko spennir til sem við gátu hérna sem var vara og þá vantar þá sko 2 í viðbótarenda til að hegja líka vara þá. Þeir fóru allir 3 út? Nei, 2 fóru út. Já, ok. 2 af 3 ekki. Já. Var þetta ekki sliðis? En ég meina... En mér finnst samt sem áður, þetta er náttúrulega, sko, þetta er áfall og það allt saman, en mér finnst, við fyrir ekki að tala sko hamfarir. Það var svona hinn... Mér finnst það nú svona kannski vel í lagt. Þetta er það mikið áfall fyrir hvern og einn starfsmann sem þarna missir vinnuna sko. Og getur ekki farið til vinnu en það er ekki búið að segja upp og hérna þetta er það áfall
og það er það alltaf komið til þess en auðvitað við líka með ákveðið kerfi sem að grípur þar ef til þess kemur en mér finnst samt einhvern veginn viðbröðin í þinginu að því þú fórst að tala pólitíkina opnaðir á því og fórst svo í þetta mér finnast þau ekki alveg vera í samræmi við alvarleikan. Mér finnst eins og við séum að tala bara algjört hrun í íslensku efnahagslífi. Það sé ég var að meina. Já, og mér finnst það svona, það er aðeins vel í lagt og það er tölur sem hafa verið nefndar. Þú veist, bara útflutningstekjur. Að þær eru bara heildartekjur, það er ekkert verið að horfa á þetta eins og Ásgeir var að tala áðan, að við þurfum að flytja inn helling til þess að geta flutt til að geta flutt þetta út þannig að þetta er ekki alveg rétt tala sem er verið að fara með en aftur auðvitað áfall fyrir fyrirtækið þetta er vont mál, það er enginn að draga því vont mál, auðvitað bara eins og bara alltaf play og algjörlega en ég meina play bara algjörlega en þá voru mér allavega rólegir yfir en þar misti fólk þá vinnuna 400 mann og einu bræði og þetta er að óvissa aldrei af hinnu góða og þetta er eitthvað sem er alveg eðlilegt að skoða og ræða en mér finnst athyglisverð umræðan sem að kom upp í kringum þetta einmitt varðandi fall play og hvernig var brugðist við þar eða kannski ekki brugðist við nægilega vel að mati sumra og mér finnst líka bara áhugavert að setja þetta í samhengi við umræðu á þingi atvinnugreinar á Íslandi og atvinnustefnu við erum á kvennaári, það var kvennaverkfall núna daginn og við vitum til dæmis bara staða kvenna á kynskiptum vinnumarkaði hver hún við vitum hver staða láglauna kvenna er á vinnumarkaði en það er ekki umræða það að það eru mjög margar konur sem eru örmagnast á vegna vinnu sinnar í jafnvel störfum sem hefur verið útvistað og þú veist það er einhvern veginn ekki talin þörf á því að taka það til umræðu sérstaklega á Alþingi vitandi þó hver staðan er þannig mér finnst athyglisvert að skoða þetta í stærra samhengi út frá því hver atvinnustefna er á Íslandi, hvaða atvinnugreinar við höfum og hvenær við metum eitthvað svona alvarleikastig fyrir stjórnmálamenn til þess að grípa inn í og bregðast við þegar það blasir bara við okkur á staðan, það eru rauð, ljós, glóandi á svo mörgum stöðum og sumt er einhvern veginn ekki umræðunar virði að meðan annað á bara strax að sitja á dagskrá og ræða, grípa inn í og emmitt, jafnvel kannski hægri menn sem setja fram þá kröfu sem eru nú duglegastir að segja að ríkið eigi ekki verið að skipta sér að nema þetta þegar eitthvað kemur upp á þá höfum við að borga tapið á miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og þessu flokkum og stundum framsókn að kallastörf eru miklu mikilvægari þeir voru á blístri yfir köllum sem voru að vinna í hvalveiðar og núna þeir sem eru að vinna í stóriðju en eins og Sanna bendir á að þá kippa þessi flokkar sér ekki upp við það þegar herjað á vinnu kvenna og þetta er líka kannski svolítið hinn vonda arfleifð umbreytingarna sem að vera undanfarin ár og sem gerðist í COVID-inu þegar ríkið þurfti að grípa efnahagskerfið allan heim og hér líka og já, eiginlega alveg hálf gali að tala það á einhverjum hægri vinstri skala því þetta ef maður reynir að greina umræðan af þinginu þá snýst þetta allt í raun og veru framhald af auðlindagjalds málþófunu í vor að þeir vilja nota saman hvort það loðnubrestur eða playfara hausinn eða núna stopp í Norðuráli þá að nota þetta allt til þess að halda áfram í baráttunni þeirra fyrir því að lækka álögur hins opinbera eins og þau kalla það sem er bara svona eðlileg skattheimta af atvinnugreinum af því það er þeirra baráttumál að tryggja það og svo er nú reyndar verði að fá að bæta því við að því fjármálaráðherra var nú hér fyrir 2 eða 3 vikum og héldi fram að skattheimta hér á landi væri bara rétt undir Danmörku en annars bara eins og ég meina umræðan á Íslandi fer alltaf í svona mikið rugl það eru OECD-tölur ég veit ekki hvað ég er búin að skrifa oft þetta í vísbendingu og tala þetta hér á rauðaborðið það sem að við erum bara rétt við OECD meðaltal OECD meðaltal öll Norðurlöndin eru langt fyrir ofan okkur og Frakkland og Austurríki og Grikkland innheimta meiri skatt en við
En umræðan, og svo voru þeir saman í Sprengisandi í morgun, ég fór að hlusta það, Sigmundur Davíð, formaður Miðflokksins og fjármálaráðherra, og þeir voru bara að tala Laffer-kúrfuna, sko, sem en Sigmundur var nú aðalega í því, það var hann sem að flaggaði því og talaði að við varum skattpíndasta þjóð í heimi. Já, og þá fór endar fjármálaráðherrann á mótunum, en virtist vera samt sammálunum Laffer-kúrfuna, sem sko bara einhver svona grín hugmynd aftan á servétu sem náði flugi og var dýbönguð eftir fjármálahrun og svona allavega endanlega í heiminum eftir Liz Truss í Bretlandi. Það kannski taka það fram fyrir þá sem ekki vita, þetta eiginlega kenning það að því minni skatta sem hún leggur á, því meiri verður tekið ríkisins. Já, eða þú hækkar skatta, þá minnkar tekið ríkisins. Já, hann hefur sem sagt að því hann voru svo hái skattar í Íslandi, þessan urðu hjónin að stofna Vintrís í skattasmjöðu. Þetta er bara Financial Times sko, bókardómur í gæra fyrradag, þar sem að Laffer skrifar kafla og Financial Times er bara að fussa og sveigja yfir að einmitt núna sé þetta viðbragð íhaldsflokksins í Bretlandi að koma út með svona bók sem að Laffer er að tala hvernig lægri skattarnir séu það sem þurfi til að koma framleiðinni í gang aftur og þetta er algjörlega sko surrealista að hlusta á. Þetta er kenning sem aldrei hefur verið tekið mark á en hefur verið notuð í áróðuskinni en það er eiginlega enginn sem heldur henni fram núna sem eins og sagt er sem með fullu viti. Sá sem heldur í fram að þetta sé lögmál, hann er annarkvort að ljúga eða hann er alveg afburðar illa að sér. Já, það er illa innrættur. Já, það er þannig með lígarann. Já. En þú getur ekki haldið þessu fram í einlægni, sko. Ekki nema þú sért bara ótrúlega fáfróðum maður. Það sem var kannski líka áberandi að við ætlum að halda áfram að tala einhvern annað þátt sem var í morgun, en það er svona bara með vísan í bara umræðuna í stjórnmálum. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta einkennist mjög af svona upphrópunum án nokkura tillagna. Það er bara verið að tala einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn enginn af þessum stjórnarandstöðuflokkum hafa neitt konkrétt fram að færa. Og nú er ég ekki bara að segja að ríkisstjórnin sé frábær, skilur. Ég er bara að segja, mér svo skrítið einhvern veginn hvað þau eru hafa í rauninu ótrúlega lítið. Bara finn ekki fjöluna sína. Mér finnst það vera að flytja inn umræðu frá Ameríku, til dæmis eins og skattar séu slæmir, sem það er kenning sem hægt er að selja í Ameríku vegna þess að sumiliti þá fara skattarnir ekki að jafnvel mæli í svona grunnkerfi samfélagsins og hjá okkur eða Evrópuþjóðum. Þannig að kannski er hægt að segja við svona venjulegan launamann að hann græði á því minni skatta sem hann borgar af því að sko kerfið sem tekur skattana er ekki að þjónunum, ekki eins og er raunin kannski á Norðurlöndunum og einhver leiti hér og í Norður-Evrópu. Þetta er flutt inn af bæði Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum og síðan er menningarstríðin verið að reyna að flytja þau inn. Með góðum árangri. Þetta byggir eiginlega ekki á neinni svona eðlilegri greiningu á íslensku samfélagi. Tala svolítið eins og við séum með einhver riðbelti þar sem að almenningur er að rísa upp með algjöru vantrú á að við getum fundið einhverja lausnir í okkar samfélagi nema bara rúst öllum kerfum. Ég með það undarlegt svona stundu verið að tala um að vanti pólitík á Íslandi og þeir sem er að tala um hana vilja raunverulega færa pólitíkina í þessa umræðu. Að við verðum með svona svipaða stjórnmálaumræðu og er í Bandaríkjunum. En ætli fólk viti almennt bara í hvað skattar fari. Þú veist, ætli sé alveg nógu mikil meðvitund það að við erum auðvitað með vegi og grunnskóla og leikskóla og söfn og sundlaugar og sorphirðu og ég meina, þú veist, allt sem að skatturinn fer í, ætli að sé almennt svona meðvitund hvað við værum ekki með ef að skattur yrði lækkaður, en auðvitað bara kannski gefur fólk upp, þú veist, það einhvern veginn sér alveg að það þarf að laga ýmislegt í heilbrigðiskerfinu, í skólamálum og vegakerfinu, þannig að fólk hugsa kannski bara eitthvað að byrja að greiða alltaf þessa skatta en samt erum við með ömulega vegi og ekki nokkuð heilbrigðisþjónustu og ég þarf að byrja lengi eftir lækni, þannig að maður getur alveg skilað að sé óvinsælt einhvern veginn að hugsa að ég er að greiða hátt hlutfall af mínu launum og fæ ekkert almennilegt tilbaka, en við erum samt með ýmislegt sem fólk kannski áttar sig ekki á að er auðvitað búið að greiða fyrir úr okkar sameiginlegum sjóðum. Ég held þessi áróður hafa enga sérstakar hljómgrunni á þjóðinni. Þetta er mitt að loka inn í mokkanum og viðskiptablaðinu og í þingflokksherbergjum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Ég held að allur almenningur veit það verið spengt skatta, til dæmis finnst þeir eiga að skattleggja hærra hinna ríku.
Það var bara mikil meirihluti almennings hlynntur því. Já, þannig ég held að almenningur lifir í þessu samfélagi og þekkir hvernig það virkar. Staðreyndin að liggja svolítið fyrir. Þórður Snær skrifaði langan hlem, ég man ekki hvort það birtist á kratanum eða á hans fréttablaði, en hvað við hefum geta gert fyrir peningana sem Sjálfstæðisflokkur og Framsókn færðu þeim efnuðustu og bara fer yfir hvernig búið að vera lækka skatta á efstu lögin undanfarnar 3 ríkisstjórnir á undan og það eru ófjármagnaðar skattalækkanir þannig að það er bara þú veist, og fólk finnur þetta á sér svo eru þau svo sem til í að tala innviðaskuldina en það gleymist alltaf að þessa mjúku innviði skuldin sem er inn í kerfunum og líka hver skuldar það er náttúrulega þeir sem fengu skattalækkunina sem skulda innviðaskuldina og það eru fjármagnseigendur, stór fyrirtæki Sigmundar Davíðs leiðréttinguna. Nei, og líka bara afnám eignaskatta og lækkun fjármagnstekjuskatts og lækkun fyrirtækjaskatta og lækkun erfðafjárskatts sem er bara gjöf til hinna allra ríkustu og þar undir götunum sem margir í kringum okkur vera að byrja að tala að snúa við hækka skatta aftur, mér er svo verkamannaflokkurinn í Breitlandi sem að lofaði hækka enga skatta hann er að skoða erfðafjárskattinn og hann er að skoða hitt og þetta gengur náttúrulega ekki Nei, sjástöðuna og ég meina Frakkland er náttúrulega í mikilli tónstöðu yfir og þetta er að gerast víða út af því að það þarf að fara í þessi auknu útgjöld þar sem við reyndar erum alveg að sleppa við þurfum bara að koma okkur í að reka kerfin okkur eðlilega og sinna viðhaldinu á vegakerfinu en við gáum eftir, þú veist vörugjöld á öllum bílaleigubílum og vörugjöld á rafmagnsbílum og niðurgreiðslu á, þú veist, og þeir þurftu ekki að borga neitt í áraraðir. Núna er öskrað skattpíning, þú veist, þegar það rökka eitthvað smotteri og þannig bara verið að berjast fyrir að ná inn tekjum sem að voru gefnar eftir til þess að reka vegakerfið. Og svo reyndar kemur, þú veist, allur rafbílaflotinn með sínum þungu batteríum á nagladekkjum hér sem er einstök tilraun í heiminum, þannig að veginnir eru allir konir með svona vassrásir að því að það banna að tala að banna nagladekk. Þetta er bara svona dæmum að staðrindin að komast aldrei að heldur alltaf bara í einhverjum svona slagorðastíl Allir vöruflutningar fluttir á vegakerfið það sem fyrir vörubílar eins og 14.000 fólksbílar það er engar álögur á einskip og samskip sem hafa gert þetta þau eiga eiginlega alla vegaskemmtur í Íslandi bara ég meina það voru tvær greinar svo ég plötti nú aðeins vikuritinu síðan ritstjóri bara HS Orku og svona skatta struktúrana þeirra sem er náttúrulega alþekkt úr öllum álfyrirtækjunum að þau vorum að tala þau hvernig þau búa til skuld frá móðurfélagi til að greiða og 11% vöxtum úr landi til að þau eru ekki að borga neina skatta hér á landi. Og þú ert að segja skuldinni var til það er verið að flytja inn eldgamalt álver selt á uppsprindu verði. Og svo er HS Orka að gera það líka sem er að fá milljarða varnir úr ríkissjóði fyrir blárónu HS Orku og það eru í þessum tveimur greinur sem Indriði Þorláksson skrifaði að þar er bara sýnt fram að þetta séu tæpir 2,6 milljarðar af töpuðum skattekjum fyrir ríkissjóð sem eru þarna og þetta er alvitað að öll álverin gera þetta og þetta er viðgengist að því að við höfum Þú búir að vita áratugum saman ekki vilja að leggja álur hvað þarf að eiga sér stað til að við sjáum breytta skatt svona stefnu í þessum málum að því við sjáum flokkarnir á þingi þó að þetta séu þetta öðruvísi áherslur núna hjá ríkisstjórninni að þá sjáum við samt þetta er í grunninn svipuð efnahagspólitík og þá að einmitt almenningur vil eitthvað eitt og þá sjáum við ekki endurspeglast á þingi því við vitum að Ísland er ríkt land og við vitum að það er alveg hægt að skipta í rauninni með sanngjarnari hætti því sem við höfum úr að móða en það virðist ekki vera vilji til þess og mann einmitt líka þegar þessi ríkisstjórn núverandi var kynnt og það var alveg sérstaklega tekið fram bara við erum ekki að fara að hækka skatta. Ekki það nú samt. En það eru 2 mál sem við verðum að ræða. Annars vegar er það náttúrulega föstudagurinn og kvennaverkfallið og hitt það eru 30 ár í dag síðan að snjóflóðu féll á Flateyri. Ég var að segja smára frá því á leiðinu hingað að við þekkjum til fjölskyldu það sem að ung hjón og 3 börn þeirra fórust, það voru 5 sem fóru út úr einni fjölskyldu
og þetta var náttúrulega hryllingur. 9 mánuðum eftir Súðavík. Var ekki? Voru ekki 9 mánuður á milli? Súðavíkur og þetta var bara ræðilegt, sko. Það var svo bölvun lægi yfir Vestfirðingum. Já. Þetta var svakalegt. Það var sko lítil stelpa á Súgandafirði, þar engin snjóflóðahætta. En hún var náttúrulega eins og aðri krakkar hana, náttúrulega mjög stressuð og svo sáu foreldrarna það að hún tók munnstykkið af blokkflautinu sinni og svaf með það undir sænginni til að geta gefið frá sér hljóð, sko. Þetta er ekki bara í þeim byggðarlögum sem það var, þetta er bara náttúrulega, þetta er hryllingur. Þetta er svona sögur frá síðustu öld, lok síðustu aldar, eins og álversuppbyggingin, en ég átti vini sem voru í björgunarsveitum á þessum tíma. Ég var ekki í björgunarsveitum, en ég hef svona reynt að draga upp úr þeim sögur, sko, sem er ekki auðvelt, því það fóru náttúrulega varskip úr Reykjavík í brjáluðu veðri. Ég man ekki hvort en voru 2 sólarhringa var það ekki sem sagt björgunarsveitina fyrir vestan voru 2 sólarhringa án utanakomandi aðstoðar. Það var berjálaveður og varskip óvín því var siglt bara á fullri ferð upp í veðri, sko. Hver haldi sér, sko. Þeir voru allir ælandi sjóveikir á leiðinni björgunarsveitarmenn hefur mér verið sagt, sko. Það var alveg stórkostleg sigling, sko. Að komast bara og það var allt verið þannig til hins ítrast og svo koma menn náttúrulega að grafa upp þannig að þetta það er eiginlega hálf óþægilegt að rifja þetta upp, sko. Þetta er alveg hryllileg upprifun. Bara eins og gamli mokkin, ég sá þess að mynda forsíðu mokkan þennan dag, sko, þetta er bara sko 30 manns bara úr einu byggðarlagi. Hræðilegt. Ég held að Vigdís hafi sagt að það var Vigdís bæði í Súðavík og Flateyri, þá var Vigdís sko þjóðhöfðingi, sko. Hún var höfðingi, heldur betur. Hún var það svo sannlega. Það er eftirminnilegt, hún kom gangandi inn í íþróttahúsið að Torfunesi í Ísafirði. Hvað bara munaði mikið hana inn í húsinu. Og Davíð reynda var ágættur líka sem forsætisráðherra, hann svona talaði miklu viti. Lofaði yngum bara, huggaði bara. Það er svo sem ekkert gaman að rifja upp, en þetta er 30 ár síðan og 9 mánuðum fyrir var að Súðavík. Og það er svona þetta. Þetta sýnir náttúrulega bara hvernig landi við svo þrátt fyrir allt sem við erum búin að gera, þá snjóflóð sem fjalla á Flateyri í fyrra, fór niður í höfnina og á íbúðarhús og það er ekki nógu gert, sko. Og það er náttúrulega verið að gera varnir en svo er það líka og þetta er svo sem að gerast allan heim, svo ég tekja þetta út af loftslagsbreytingunum er að verða meira af hamfara einhver flóð sem er að vera einu svona 200 ára fresti eru farin að vera á 20 ára fresti, það eru hér það hefði getað farið illa á Seyðisfirði þegar fjallið kom þar niður í Drullu. Það er enginn hafi orðið fyrir þessu, það var bara mólkindum. Og það hefði getað verið stærra og það getur komið aftur þannig að þetta er bara og við erum auðvitað með þetta fyrir vestan, sko. Það var sko núna grjót sem að fjalla á Súðavíkurhlíð úr hlíðinni á veginn sem var bara þannig að það hefði enginn komist lifandi úr því ef þetta hefði verið bílar á leiðinni, sko. Það er eitt ferðamaður búin að deyja sem undir Eyjafjöllum. Þannig að þetta er bara að byrja á eftir að aukast frekar en hitt út af loftslagsmálunum. En við vottum þeim samúð sem við höfum sortabinda. En þá var það föstudagurinn, Sanna. Varstu inn í bæ? Ég var niður í bæ. Það var alveg magnaði erindi veröld sem ég vil. Það var svona hópatri á Austurvelli í dagskráni sem var þarna á stóra sviðinu. Ég sá þetta í sjónvarpinu. Og ég bara held að það hafi ekki verið vott auga þarna á holnum, sko. Þetta var hópur sem var að nefna alls konar staðreyndir og í rauninni taka fram af hverju við þurfum að halda áfram. Bara þetta er ekki komið og það er einmitt svo oft talað á Íslandi eins og þetta sé algjör jafnréttisparadís og það sé bara svo frábært og konur ráði alls staðar en það breytir ekki þeirri staðreind að við búum með þetta bara við ójöfnuð og við búum við
ójöfnuð sem að bitnar á konum og fátækum konum, fötluðum konum, konur af erlendum uppruna sem eru með lengri og óreglulegri vinnudaga og alls konar svona staðreyndir dregnar fram. Og svo þetta það líka sko baráttan gegn kynbundnu ofbeldi og 40% kvenna á Íslandi sem að hafa orðið fyrir ofbeldi líkamlega eða kynferðislegu. Þannig að þetta eru þetta staðreyndir sem að eru til staðar í þessari svo kallari jafnréttisparadís Íslands og bara gott að sjá samstöðuna á kvenna verkfallsdeginum en við sjáum líka könnun birtast þar sem að þjóðin virðist svona klofin í afstöðu til þess hvort að jafnrétti sé náð og það virðist frekar vera karlmenn, var það ekki 60%? Sjálfsögðu. Eða í kringum 50-50, man ekki alveg, en sem lítur sér þetta á að jafnrétti væri náð og svo líka athyglisvert að skoða tölurnar hjá yngsta hópnum sem svaraði könnuninni, hvernig það skiptist þar á milli kvenna og karla og ég meina já, maður hefur kannski áhyggjur af framtíðinni að meðan að það er gott að sjá alla samstöðuna að það sjáum við líka orðræðu bara er þetta ekki komið og af hverju, þú veist, það kvarta svona mikið en það snýst alltaf þessa samfélagsgerð sem gerir það verkum að það þarf að uppræta. Það er ýmislegt áunnist en hellingur eftir. Hellingur eftir. Og mér finnst líka þetta var 60% kalla. Já, einmitt. Mér finnst líka dálítið sérstakt. Ég sá það var alls konar viðburðir á þessum degi og bara mjög gagnlegt að geta einmitt farið í sögugöngu og svona fengið upplýsingar söguna og skipulagt af kvenna ári viðburða þeim sem voru að halda þennan viðburð. En svo sér maður það var verið að skála ég held í Víni, það var einhver viðburður af tveimur stjórnmálakonum í flokki í ríkisstjórn og mér fannst það bara mjög sérstakt. Ég bara verð að viðurkenna það. Mér finnst það mjög athyglisvert að það sé eitthvað svona boð að við séum að skála þú veist, fyrir hverju, af því þetta er baráttudagur þó þetta sé gleðidagur, þá þetta líka baráttudagur og já, mér finnst þetta bara í ljósi alls sem að gerast. Ég upplifði daginn alveg sterkt eins og fyrir 2 árum. Ég fór reyndar, ég var aðeins seinni, ég hjólaði út í bílaverkstæði ná í 18 ára gamla bílum minn og viðgerð, þannig að það var svona kalla vinnustað og svo fór ég með hann í skoðun af því að hann var að koma viðgerð. Það var líka svona kalla, þannig ég var í einhverju svona kalla umhverfi og kom of seint en síðan fór ég að pumpa hann á benstöð og þá var allur hópurinn að streyma hana hjá úr bænum aftur, þannig að maður upplifið það og svo náttúrulega horfði maður á þetta í miðlunum, en það sem hvarflaði mér við það var að einmitt þetta sem þú ert að segja, að við verðumst þurfa svo að vera einhvern veginn svona best í heimi og svo frábærlega hvort sem við erum að tala skattana eða jafnréttið, en sko ég bjó í áratug í Skandinavíu og börnin mín að stórum hluta til upp þar og mér finnst Ísland ekki vera mikið jafnréttisland með við það sem ég upplifði þar voru ekki kannski 50-50 sem að ég held að ég ekki að vera einhvað markmið en þar voru kannski þriðjungur leikskólakennarana kallar píparar og rafvirkjar voru örugglega svona 30-40% konur eða stelpur þú veist þannig að og maður sá úti labbandi með barnavagna jafnoft feður eins og mæður og kannski saman í hóp hérna. Ég held ég hef aldrei séð pappa saman í einhverjum smá hóp með barnavagn á Íslandi og ég heyrði einhverju sögur af því þegar það var hækkað fæðingarorlofið til að því það átti að vera það sem þurfti til að pappanir færi í fæðingarorlof þá var börnunum skilað til mömmu og þeir fóru í golf þú veist og ég held að við séum svolítið eftir á þarna ennþá og þetta er einhver vandi að því að ef að maður gaggrínir að þá er maður einhver svona föðlandsvikari eða leiðindapúki eða skemma stemminguna og ég bara reyna að benda á staðreyndir, tölur þú veist en við bara viljum ekki heyra óþægilegu töluna því við komum hæst í einhverjum mælingum og sko það er nú eitt vandinn að því að var að vísa í OECD-tölur og skattaðan, sko. Við jafnvel ljúgum bara tölum sem við sendum út í alþjóðlega stofnanir. Og ég hef bent á það nokkur sinnum í greinar í greinum hjá mér sem svona athugasemdir ritstjóra þegar koma OECD-tölur það sem endurmat útgjalda hjá nóvember, það var grein fyrir í vor, þú veist að þar kemur eins og Ísland gerir það frá opinberum tölum OECD, en það er engin dæmi til það. Þannig ég er bara núna að benda á dæmi á annan hátt heldur en Sanna var að gera að við erum ekki þessi jafnréttis paradís sem við viljum
trúa að við séum. Það bara leiðilegt að hérna þurfa að vera flagga fyrir því allavega, ég meina við náum ekki einu svona mennta pípara og rafvirkjar sem við þurfum, við flytjum þá inn frá útlöndum og ekki held ég að lausnin sjá að eiga flytja inn kvenkins rafvirkja eða pípara. Ég fór hérna í heimsóknin sinni hérna fyrir löngu síðan í Borgarholtsskóla og þar voru stelpur að læra alveg ólíklustu hérna miðað söguna innigreinar, það bílamálum, bílaviðgerðar og það er búið að gera heilmiklar umbætur á þessu en það tekur náttúrulega bara einhver ára. Þau eru með hérna gamla Jaguarinn hans Halldórs Laxness í uppgerð. Þetta er svona alvöru vinna sem þau þurfa að krakkarinn sko. Þessi frægi bíl. Það sem að mér fannst hérna með föstudaginn kannski aðdraganda þessa dags vera enn eitt merki ákveðið bakslag. Að það skildi í alvöru vera markviss herferð gegn baráttudegi kvenna. Hvar var hún? Í öllum fjölmiðlum. Hvar varst þú? Kópavogi. Ég meina það var bara rosalega kröftug umræða gegn þessum degi. Maður hugsa bara, af hverju erum við þarna? Af hverju erum við komin á stað? Að við getum ekki unað konum að eiga þennan baráttu dag og koma saman og fara í þetta verkfall og halda upp á 50 ára baráttu. Þetta var heimsviðburður og var aftur heimsviðburður núna. Því miður heyrði ég að það hefði verið einhvern veginn uppi einhver svo hugmynd að hafa ekki þessa fjöldasamkomu þarna sem að var á föstudag, að það hefði í rauninni verið bara svona á síðustu stundu af því að það hefði verið svo stór viðburður fyrir 2 árum sem að ég held að hafi bara verið einhver hugsanafeil en það breytir í rauninni engu af því að þrátt fyrir þessa svona massífu neikvæðu orðræðu alla síðustu viku gegn þessu að mæta þarna það var alveg ótrúlega góð mæting og mætingin alveg bara frá því, ég meina sumar konur gátu verið þarna og hvað gátu verið sko á alls konar ráðstefnum morguninn þeir sem að gátu farið á það en svo var þarna söguganga sem hófst 1:30 og ég heyrði í mörgum, það voru margar konur sem höfðu áhyggjur af því að það yrði ekki nógu góð mæting af því að það var búið að vera svona mikill svona áróður gegn þessu að þetta væri fullt jafnrétti væri náð það voru þessi könnun 61% kalla sögðu að það væri komið fullt jafnrétti konur væri í æðstu stöðum og þar með væri það merki að það væri bara baráttunum væri lokið en það var alveg svakalega góð mæting og stemningin á Arnarhóli ótrúleg og svo þegar kvöldatók þá sá ég færslu hjá góðri konu á Facebook þar sem að hún hafði farið í launareiknivél STF sem samband stjórnendafélaga og þar ákvað hann að prófa að sjá hvernig launin eru reiknuð þarna að þessari launareiknivél sem á þá að vera einhver svona vísbending það hvað þú getur farið fram á sérstu aðili þarna og það voru breyturnar sem þú áttir að setja inn í þessa launareiknivél til þess að fá að vita hvers þú mættir vænta og þú áttir að merkja við menntunarstig þitt og það var þarna sett BA eða BS gráða hver starfstitill þinn, verkefnastjóri hversu lengi hefur verið í núverandi starfi 15 ár eða skemur í hvaða geira starfaru, almennum geira hver starfsmannafjöldi fyrirtækisins 26 til 100 og hefur þú mannafórað, já 6 til 10 manns undir þér og hvert þitt starfsvettvangur framleiðslu fyrirtæki og þú vinnur í dagvinnu. Eina breytan sem var ekki eins var annars vegar konur og hins vegar karlar. Þetta var launareiknivél. Þannig að það var allt sem ég taldi upp var eins á báðum stöðum. Á öðrum var kona og þar var sagt að gefnum forsendum ættu meðallaunin að vera 778.387 krónur en ef þú settir karl sem einu breytuna sem var ólík þá var sagt að gefnum forsendum á ofan eru meðallaunin 884.000
189 krónur. Þarna munar 105.000 krónum á milli bara vegna kyns, eingöngu. Og þetta reiknivél sem notuð til þess að fólk geti áætlað hvaða getur farið fram á í launum. Sko, erum við í alvöru að tala að það sé fullt jafnrétti? Nei, ekki. Það ekki þannig. Og svo ef við förum aftur yfir í þriðja starfið, sko, allar kannanir sem eru teknar á hverju einasta ári sína að konur bera megin þungan á þriðju vaktinni og fjórðu vaktinni. Það bara þannig. Og það hefur aldrei verið jafnt. Og það hefur aldrei verið þannig að kallar beri meiri ábyrgð þarna. Það bara ekki þannig. Og ef eitthvað þá finnst mér að sé líka ákveðið bakslag þar. Að strákar séu bara síður að taka fæðingarorlof. Og að því þú vorst að tala um fæðingarorlof, ég alveg að fara að hætta þessu randi, að þá var ríkisstjórninni mikið mun að hækka þakið í fæðingarorlofinu en gleymir að hækka gólfið. Það að segja að þær konur og þau foreldrar sem eru á lægstu laununum lendi ekki í þessari skerðingu. Þú veist, það 80% af laununum og það auðvitað að hækka gólfið, sko. Þannig að ef þú á sko mjög lágum launum þá færðu bara 100%, ekki 80%. Þú það að fara þinga aftur, Erkala? Já, nei, ég kem bara hinga og randa. Men mér tók eftir þessari svona neikvæðni, þetta var í fréttaflutningum og dregið upp í öllum fréttum, svona að einhver hafði eitthvað á móti kvennaverkfalli að aðtóka. Það var það eiginlega aðalfréttin. Ef það kom einhver sem var að undirbúa kvennaverkfall, þá voru þær spurðar alltaf andstöðuna. Já, nú könnun sem segir að ungir karlar séu í láði að eins og það sé eitthvað mál, sko. Það kom fram í öllum þessu könnunum að yfirgnæfandi meirihluti kvenna upplifir það ekki að jafnrétti sé náð og því lengur sem að konur lifa því ljósara verður þeim að jafnrétti ekki. Ég held að það verið 2% kvenna yfir 30 held ég, eða hvort það verið 40 sem að töldu að það hallaði á kalla. En sem var ríkari skoðun á meðal yngra fólks undir 30 og það var svona bent á það að þarna kannski hópar það sem að börnin ekki komin og atriði sem þú ert að nefna hana með aðra, þriðju og fjórðu vaktina sem að þannig að yngra fólki hefur kannski, og svo maður náttúrulega þegar maður ungur þá heldur maður að framtíðin verði björt sem að maður svo bara eldist að þá áttur að ekki á því. Ég tók eftir því í fréttum að maður sá myndir sem voru nákvæmlega eins og fundurinn fyrir 2 eða 3 árum. 2, já. Þar sem okkur var sagt að það hefur 100.000 á Arnarhóli. En nú sagði RÚV okkur að veri 50.000 og ég bara skilði ekki. Já, miklu fleira. Já, ég veit það, en það þessi svona neikvæðni sem var gegn þessari aðgerð, að hún síaðist inn í alla umræðu og það svolítið þannig að þeir sem eru eiginlega svona að tala gegn að samfélagi að stefna að auknu jafnrétti, auknu jöfnuði, að við að viðhalda mannúð í samfélaginu og svona, að það svona, þeir sem eru að andmanna þessu, sem var eiginlega svona eitthvað svona samfélagssáttmál að vera markmið okkar að búa til betra samfélag fyrir alla, að búa til það sem allir, að vera þjóðarheimili þar sem allir getu verið, hvaða kyni sem það hvernig sem fólk eru á litin, hvaða trúir, hvort það hafi fæðst í Borgarfirði eða í Bosníu eða þessu allir velkomnir, að svona þessi hugmynd sem ég held að sé hugmynd svona yfirgnæfandi meirihluta þjóðarinnar, að þeir sem eru að andmanna þessu og þeir einhvern veginn vegna þá stjórnar umræðunni og það sem hefur gerst undanfarið að maður má ekki andmanna þessu fólki af því að þá maður raunverulega að ýta undir það. Þannig ef þú ert að segja að ég meina þú ert að halda fram mannúðlegum sjónarmiðum þar sem verið að flokka fólk að sumir hafi eiga að fá fulla rétt en aðrir bara halva rétt að því þeir uppfylla ekki eitthvað skilyrði sem þú ert með í hausnum að þá maður sakar það að maður sé eiginlega að búa til skautun í samfélaginu. Þannig að með orðið eitthvað, ég held að fjölmiðlar verða aðeins að velta þessu fyrir sér. Hvernig að láta narra sig út í það að normalisera mannfjandsamlegar hugmyndir sem að vaða og flæða yfir alla fréttir, alla umfjöllun
við erum með fréttir úr þinginu og við erum svolítið sekað þessu, við erum að tala menn sem að tala að Íslendingar eigi að mælast til þess að Trump frái friðarverðlaun, þótt allir vita að það bara hann ekki að vinna neinstara við neinu friði. Hann er ófær að sko greina vandan sem að liggur á bakvið átökin í Palestínu eða í Úkraínu, hann er ófær það. Hann að fara að ráðast inn í Venezuela líka. Hann að fara að ráðast inn í Venezuela, hann réðst inn í Íran, hann ræðst alla þjóðir sem eiga olíu. Þessi neikvæða orðræða sem var einmitt málið upp, mér fannst það vera dálítið svona eins og það ætti að skella skuldin á skipuleggjendur kvennaverkfallsins, að segja bara svona það var ekki nógu skýrt hjá ykkur að þetta ætti að vera heill dagur, átti þetta ekki bara fyrst að vera hálfu dagur eða nægu tími til að fara á viðburðin og bara eitthvað, eru þið ekki í ruglunni fyrir að hafa ekki skipulagt þetta nógu vel? Þetta eru þetta skipuleggjendur að skipuleggja fullt af viðburðum og þessa dagskrá í ljósi þess sem bara hver staðan eru sífellt að draga fram þessar staðreyndir stöðuna á Íslandi, en það einhvern veginn bara eitthvað svona, já, byrju, þið ekki bara klikkað í planinu? Þið nokkuð skipulaða konur? Þið nokkuð með þetta á hreinu? Þetta var nú rosa ruglislegt hjá ykkur. Þannig að mér finnst það líka athyglisvert að því við erum að tala með orðræðina og hvernig að dregin upp mynd af þessu og var ekki líka verið að rífa niður einhverju auglýsingar í Kópavogsbæ og formaður samtaka atvinnulífsins sem kona. En það sýnir okkur bara, framkvæmdastjórinn, það sýnir okkur hvað við þurfum að greina þetta alltaf út frá stétt. Það ekki hægt að segja bara eitthvað, já, þarna einhver kona og þá verður allt gott fyrir konur. Þannig að, það ekki nóg sko. Þetta er svona bullying, ég veit ekki hvað kalla á íslensku, svona attitude. Þú veist, að heyra þig lýsa þessu, því ég var ekki að fylgjast með, en þetta bara minni mig á aftur svo ég fari í sögur af lokum síðustu aldar, eða það var kannski 2001, þegar ég byrjaði upp í háskóla að vinna þar í stjórnsýslunum, þá var nýkomið út, þá var verið að koma á jafnréttisfulltrúa starfi í háskólanum og það var gerð skýrsla kynjað orðfæri í dómnefndarálitum og það sem var sýnt fram á hvernig kallanir áttu stöðugan birtingarferil en konur áttu svona frjósum tímabil sem komið síðan gloppur í, þú veist, og dómnefndirnar að meta hæfi að því að og svo kom skýrsla út þetta og þá var einhver tafla það sem var ein tölfræðivilla í einum dálki í einni af 10-20 töflum skýrsluna og öll umræða þarna, þetta er fyrir aldarfjórðungi, hún fór í, og það einmitt svona kallar sem komu þá til að sýna nú fram á, að því að þetta var einhver ógn við þá greinlega, þessi skýrsla, og að sýna fram á aftur staðreyndirnar bara. Og þá fór öll umræðan tölfræðivilluna þannig í töflu 3B. Já. Að konur kynni nú ekki starffræði og þetta væri nú bara ómöguleg og bara aðalatriðið glemdist. Og mér finnst stundum eins og við séum búin að færast voðalega lítið á varðandi stéttabaráttu og kvennabaráttu. Það var náttúrulega rifjað upp fyrir 50 árum og það var mjög merk ræða sem Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir hélt þar og sömuleyti var það líka bara merkt því að þannig kom láglaunakona og hélt ræðu og við vorum bara ekki komin lengra það samfélagi, ég held að við með ennþá verið að þéra fólki í sjónvarpinu eða láfið og svona það fekk eiginlega engin mikrofónin nema að veri biskup eða forsætisráðherra eða fítkall. En hún talaði þarna mætti þar og hún talar svolítið að kvennabarátta og stéttabarátta verið saman. Mér finnst það hjá þeim sem eru núna fulltrúar láglaunakvenna að þeir séu að hafna því að þeir þurfi á kvennabaráttu að halda sem mér finnst vera mjög sérstakt. Það til dæmis ég sé á heimasíðu Eflingar, það var ekki frí út á kvennaverkfalli þar, það var frí vegna þess að voru flutningar á skrifstofunni. Sólveig Anna segir að það verði láglaunakonur fá ekki réttlæti nema með sameiginlegri stéttabaráttu kynjanna. Nú það þannig að það minni launamunur hjá lægstu stéttunum af því að kallarnir eins og konurnar eru dottin niður á að vinna öll bara á hráum taxtanum sem var öðruvísi þegar við vorum að vinna verkamannavinnu í sínum tíma þá var það var vöntun á vinnuafli þannig það var svona yfirborganir hér og þar og ýmislegt gert til þess að halda okkur á hærri launum á meðan að konurnar fengu það ekki. Nú munurinn sáralítill og það er sumilegt að við myndum horfa bara
bara á efnarslega stöðu kvenna. Þá gætur það sér svo að það að vera að benda á þess að þú varst ekki áðan, sem eru sérfræðingar að vinna hjá ríkinu og svona, þetta sé eiginlega mál fyrir betur settar konur á vinnumarkaði, þessi launamunur, af því að launamunurinn sáralítill þarna fyrir neðan. En hins vegar hefur komið fram í öllum konunum, eins og var í tengslu við MeToo, sem að sýndi það að kynferðislegt ofbeldi meira eftir því sem þú valda minni í samfélaginu, það meira ef þú innflytjendakona heldur en aðflutt og það meiri kynjakúun meðal lægstu stéttana heldur en hæstu og lægstu stéttirnar hafa til þess ekki val það eða hafa ekki frelsi til þess að til dæmis að flytja eða þetta skilja heldur eru miklu algengar að konur sem þar bundnar efnaslugum böndum inn í sambandi við ykkur að kalla. Og mér finnst þetta skrítið ef að láglaunakonurnar, það sem aðalegu Bjarnfreðsdóttir hafði væntingar séu að yfirgefa kvennabaráttuna og telja að hún sé bara fyrir betur settar konur. Mér finnst það mjög alvarleg beygja sem að vera að taka. Já, ég bara sammálaður. Af því að auðvitað ef einhver ætti að vera að berjast, að þá það einmitt málsvarar þeirra sem eru á lægstu launum. Bara algjörlega. Þannig að auðvitað. Þannig ég tek út þetta. Ég bara skil ekki alveg þennan vinkil. Við þekkjum það sem synir einstæðra móður sem var láglánakona og þetta berjast fyrir að hennar, það sem hún horfði á og sá von í var kvennabarátta. En þá það líka þetta með þriðjuvaktina af því að þar verður svo minni möguleiki á að taka að sér alls konar auka vinnu til þess að hífa upp launin. Það hjá þeim sem að með þriðjuvaktina algjörlega ábyrðin á henni og það meirihluta konur. Og ef við skoðum líka hann kynskipta vinnumarkað og við skoðum eins og til dæmis úttektir og rannsóknir vörðu að við sjáum til dæmis bara andlega heilsu ræstinga kvenna og ræstinga starfsfólks. Þú veist, hún mjög slæm. Við sjáum vörðu spyrja spurninga eins og bara hefur efni á því að kaupa 2 skópur og það með talið 1 skópar sem vatnshelt. Þú veist, þetta eru spurningarnar sem fólk að fá og ekki öll geta tikka við og sagt já. Þannig að þetta þetta líka afleiðing dálítið þess að kynskipta vinnumarkaðar og svona störf sem að tengjast í að hugsa aðra, sjáum aðra, þrífa eftir aðra eru bara ekki metin. Út frá því virði sem þau skila til samfélagsins, út frá því álagi sem sett á konur og við sjáum að konur eru einmitt ef við skoðum örorku og nýliðun örorku og þetta oft konur sem eru kannski í kringum 60 sem eru að koma inn á örorku og þá hlýtur maður að spyrja sig bara hvað í þeirra lífsferli sem hefur leitt til þess hafa kannski verið í krefjandi vinnu, láglaunastarfi sem krefjandi bæði andlega og líkamlega eru einstæðar mæður, eru að sjá eldra fólk og yngra fólk í fjölskyldinni, einhvern veginn þessi umönnunar byrði sett á þau að því stofnanir samfélagsins ekki að virka til að grípa þau sem þurfa stuðningum að halda þannig að það þarf þetta þú veist, ég segja mitt bara kvennabarátta stéttabarátta og mér finnst svo flott að skoða myndir frá því að þetta var fyrir 50 árum þú veist, þessi borði sem var á sviðinu mér finnst hann alltaf svo flottur Ég held ef ég má taka þetta yfir í hagfræðina til að draga saman það sem þið segið sko, til að átta sig á að því já alveg vini svolítið svona báðum megin hvernig ég á að lýsa því að því að sko Kall og konur Nei, ef maður á vini til dæmis sem listafólk og svona, það alveg með eflingar, skúringarkonunum í lífskjörum, sko. Þú veist, bara listamannalaun eru einhver verktakagreiðsla sem laun upp á, bara sem rétt atvinnuleysis og þú fær kannski 6 mánuði eða 9 mánuði eða, þú veist, þannig, bara, ég þekki síðan bara, björgunarsveitamennina síðan var að segja eitthvað frá síðustöld sem eru læknar núna eða verkfræðingar, eitthvað svona. Það er mjög áhugavert þegar maður sér báðar hliðarnar að sko, og mér virðist að það sé svona, sko, gliðnandi, stækkandi gjá á milli og ég hef stundum talað þetta hérna áður en núna kannski svona slumpa já að það sé einhver svona neðrsti þriðjungurinn og svo eru svona 2 efri þriðjungarnir
vandinn okkar hefur verið einhverju leyti góðæri eða það sem hefur gengið vel eða bólan sem hefur komið að ferðamönnum með einhverju öðru og þessi breyting á síðasta áratug sem ég var að vísi úr greiningunnar Þórðar Snæs, það sem lækkaðar álögur og skattar á efri hlutan, þú sem geta keypt sér rafmagnsbíl, niðurgreiðan, og ég er ofta að spyrja hægri vinni mína, finnst þér ekki óþægilegt að fá 1 milljón niðurgreiðslu ríkissjóði á bílinn? Hvers konar stolt það gagnvart bílnum og hægri mennskunni? En það sem sagt niðurgreiðsla á höfuðstóð húsnæðislána einhverju 50 milljarðar margfalt á við það sem stuðningur við lægri hluta húsnæðiskerfisins. Og útkoman úr þessu að talandi hvað tískorðin sem eru skautun eða polarisering að ef þú ert bara í annari hvorri bólunni að þá skilur ekki hinn, þú veist, bara að því það allt bara svo fínt og gott ef maður hlustar á fjármálaráðan hér í Vitali á okkur eða morgun og svo ef maður hlustar á einhverja sem í baráttunni að það bara eitthvað svona gap þann á milli og síðan sko efnastjórnunin sem hér mjög svona afmörku við svona neoliberalisma sem margir búin að fara af í löndunum kringum okkur. Þú veist, ég skrifaði grein þetta hvernig Seðlabankinn í Bretlandi hættur að taka tillit til sumra þátta í vaxtaákvörðunum að því þeir lærðu af COVID að framboðsvandinn leysist ekki við að hækka vexti. Þú veist, Lagarde sagði þetta með gasið, lækkar ekki verðið ekki að hækka vexti. En hér bara keyrt áfram með háum vöxtum og húsnæðismarkaðurinn bara fer í meira og meira skýbrot áður en að síðan kemur dómurinn, sko. En þenslan sem að þeir eru að reyna að berjast við með þessum háum vöxtum sem að pína þennan neðsta þriðjung að hún öll að koma úr vösunum hjá efri 2 þriðjungunum og bara ekki dempa því það má ekki hækka skatta þar, það má ekki gera, þannig að efnahagsstjórnunin algjörlega á einhverju módeli sem að miðar við eitthvað allt annað samfélag við í og svo búið að svona gíra í báðar áttir þannig að gliðnunin bara svona búin að aukast og ég held að við séum á svona einhverjum punkti núna. Þú veist, að því þetta búið að vera svona verra eins og allt í einu. Kannski aðalega frétt vikunar það að bankarnir breyttu lánakjörum á íbúðalánum. Þannig að það líklega helmingur af þjóðinni sem hefur ekki tekjur til þess að mega kaupa sér húsnæði. Það líklega komið þangað. Það var þriðjungur sem eiginlega haldið út að geta ekki eignast húsnæði og eru dæmd til þess að vera á leigumarkaði sem óregluvæddur og það sem leigjendurnir ekki varnir og einmitt betur setta fólk og auð fólk eiginlega að nota kannski fátækasta þriðjung samfélagsins sem svona leið til þess að afla sér mikil að tekna. Eða bara niðurgreiða íbúðina fyrir börnin sín sem kaupir bara fleiri íbúðir. Við sjáum þetta bara í tölum Hagstofunnar, þú veist, fjöldinn þeirra sem eignast fleiri en eina íbúð, þú veist, þetta fer bara vaxandi, þeir sögba bara til sín eignum og leigja síðan til fátæka fólksins og fátæka einstæðu mæðurnar og ég get alveg skilið að láglauna konur séu bara eitthvað afkræði að titla mig sem feminista því hvað hefur feminismi gert fyrir mig komið einhverjum konum í toppstöður sem eru með 2 milljónir laun á mánuði og hvað en þá ég að leiga 300.000 þannig að auðvitað get ég skilið að láglauna fólk sé bara byrjuð afkræði að titla mig feminista þú veist ég kemst ykkur vinnu ég þór ekki að fara á kvennaverkfallsdaginn þá verður mér bara sagt upp eða eitthvað svoleiðis þannig að þú veist maður getur alveg skilið kannski að sumir hugsi af hverju ætti ég að vera í þessari baráttunni þetta mikilvægt að við séum öll sameinuð í þessari baráttu myndi ég segja. Þessi fréttir vikunar að það sé verið að loka húsnæðismarkaðnum þannig að það séu bara braskararnir og bara þeir sem eru að kaupa 3. og 4. íbúð til þess að geta grætt á láglaunafólki að það eina fólki sem kemst inn á markaðinn. Það ætti náttúrulega að vera bara bú út allt samfélag við erum að fara til helvítis en ég sé ekki en takk þess að viðbröðum neitt alvarlega En sjáu þið líka þróunina eftir að dómur var kveðinn upp í Hæstarétti. Fyrst komu bankarnir út og sögðu bara já, þetta flott, þetta var bara það var ekki fallist á þetta allt saman og við erum bara brött og þetta bara gott. Svo daginn eftir kemur frétt að Landsbankinn hafi sett frekari lánveitingar á bið af því það er verið að skoða málið. Daginn þar á eftir vildi held ég Íslandsbanki í kjölfarið og svo byrjar bara eitthvað svona blackmail rúlletta hótanir
og ég skil ekki hvað að gerast hérna hjá þessum bönkum. Þeir eru bara, þeir láta bara eins og einhverju kúrekar. Mér finnst þetta einhvern veginn svo brjálæðislegt. Mér finnst þetta bara svo alvarlegt. Það einhvern veginn engin samfélagsleg ábyrgð í neinu sem að þeir eru að gera. Og mér finnst svo alvarlegt að skuli einhvern veginn, mér finnst okkur vantal bara leiðtoga í stjórnmálin sem kemur bara fram og segir nei, sko, það ennþá hérna, við erum að fá 4 dóma í viðbóti í þar næsta mánuði, ég meina, málflutningur miðað nóvember og við getum ekki bara farið af stað með svona ofbeldi, þetta bara ég ætla að reyna að nota ekki það stjórnir þessara banka starfi eftir því að þeirra verkefni sé fyrst og fremst að draga eins mikið fé út úr rekstrinum og færa eigendur sín. Þeir hafa enga samfélagslega ábyrgð, þeir hafa bara ábyrgð gagnvart þeim sem eiga hlut í bönkunum. En ég bara saknaði svolítið að við eigum leiðtoga sem að kemur fram og þorir að segja svona gerum við ekki. Já, það klikkunin í okkur. Ég vil það. Ég vil að það komi bara einhver fram sem segir bara, nei, nú stoppar festan. Þið getið ekki hegðað eitthvað svona. Þetta klikkunin. Við höfum falið bankarekstur og deilingu peninga í samfélaginu í hendurnar á fyrirtækjum sem að hafa það að eina markmið að ná sem allra mestu peningum af þér og færa eigandan. Og þetta teljum við vera heilbrigt og gott eftir svona verð. Það klikkunin. En svo flokkur sem sko feminíska því það eru með eitthvað viðburðum hvernig konur geta keypt hlutabréf, þannig að það þessi samfélagslega ábyrgð og það konur sem eiga nóga bankainnistæði geta nú fara vel með fjármagnin sitt, þannig að það nú svona jafnréttisvinkillinn sem oft þarna. Breki Karlsson sem andæft mest í þessu bankamáli. Já, það náttúrulega neytendasamtökin fyrir hönd 800 mann sem keyra þetta áfram. Og ég náði nú í blaðamannapassa minn niður í blaðamannafélag til að ég held ég kemist ekki inn í Hæstarétt nema vera orðin formlegu blaðamaður til að verða viðstaddur. Með allir í opnum þingkvöldum með allir með þetta. Já, afhjúpa mína vantekkingu en hérna og hlusta á dómstóru fór svo fram og svo þurftum við náttúrulega bara að lesa dóminu á netinu og það koma reyndar tvöföld grein í næstu viku eða í lok þessara viku á föstudaginn og næstu viku frá Gylfa Magnússyni viðbröðum við þessu en í vísbendingu sem ég ritstýri en ég sammála sumu sem þú segir þannig að viðbröðin eru mjög áhugaverð að sjá hvernig þau eru og einhverju leiti byggist þetta held ég á tvíþættum vanda, annars vegar hinnu íslenska viðskiptaumhverfi sem við vorum að tala í byrjun, birtist á þinginu að það eru varðhundar sem gæta þess að ekki séu hækkaði skattar á og bankarnir eru greinilega að finna út úr leiðir til að halda áfram að hagnast eins mikið á húsnæðislánum og þeir hafa gert hingað til meðan að dómurinn byggir á áliti EFTA-dómstólsins ráðgefandi áliti sem er að segja það má ekki koma svona fram við neytendur þú veist, og þarna þar birtist bara svona evrópsk laga umgjörð og viðskiptahefð þar sem að bankar eru með húsnæðislán sem örugustu eignina sína á lægstu ávöxtunarkröfunni og fá ekki og megi ekki nota húsnæðislána gróða til að niðurgreiða tap af einhverjum kísilverum, United Silicon eða annari Hótel Örk eða Hótel Ísland, hvað það sem maður vil taka úr íslenskri bankasögu af tapi af útlánum til fyrirtækja eða einhverja, ég meina, þú veist, þannig að en þarna verður síðan einhver svona klass að því við erum síðan með okkar kerfi sem er öðruvísin í Evrópu með verðtryggðum leigusamningum og verðtryggingu og húsnæðismarkaði sem er búin að vera í algjörri skortstöðu undanfarið þú veist, bæði út að hægt að finna allskynskýringar, innflutningi fólks ferðamannabólunni, Grindavík og hellingu byggt en byggt hratt og alltaf skortur, alltaf verða að fara upp og það sem er svo magnaðast í þessu líka, ég skrifaði grein það fyrir 2 vikum, ég meina ef maður skoðar hlutdeild undir liða í vísindölunni, þá er það bara húsnæðisliðurinn sem er búin að vera að draga alveg frá því mælingar hófust aftur, svo ég fari í sögur frá síðustu öld frá því mælingar hófust með að við núverandi neysluverðsvísitölu 97-99 að þá er það allir aðri liðir hlutdeild þeir eru búin að lækka niðurfelldir tollar og sjónvörpum eða það er bara húsnæðisliðurinn sem drífur hér áfram þessa verðbólgu og við erum bara
í einhverju sko galnri stöðu út af annars vegar þessari gömlu arfleið, ómöguleikann til að gera struktúrbreytingar á kerfum og svo ultra neoliberal hugmyndafræði hagfræðingastóðsins eða hagfræðingastéttarnir í landinu, sama hvar þau eru, þannig að en aftur, núna erum við komin bara á punkt þar sem Hæstiréttur segir, nei, með að við Hæstiréttur sagði, með að við hefur rétt, svona gerum við ekki. Nei, þetta er ekki hægt. Og við ætlum bara að láta eins og það skiptir ekki máli hvað kom það. Það var verið að gefa okkur vegvísi. Kannski kemur kælingin á húsnæðismarkaðinn og verðbólgan fyrir niður, en sko þetta er eins og með álver eða eitthvað svona, þú fristir, sko, þú fristir algjörlega húsnæðismarkaðinn með þessu. Það var 2400 nýjar íbúðir eru lausar. Ég meina, og að svolítið furðulegt að þingi sé ekki að bregðast við í nefndum yfir þessu. En svo er það líka þetta að meiri sé að þeir sem voru komnir með greiðslumat voru búnir að fá samþykkt greiðslumat. Það er bankinn sem segir, þú getur gert þetta og fólk fór með þetta samþykta greiðslumat og gerði kauptilboð sem var samþykkt. Heyrðu, og nú leyfir bankinn sér að segja greiðslumatið er ekki lengur gilt. Og þá sem byttu. Hvernig getur það? Hvernig getur þú bara rift því sem að þú varst áður búin að gera? Má það eftir á? Hvar stendur þá sá sem að var búin að gera kauptilboð byggt á þessu greiðslumati sko bindandi kauptilboð? Hvernig getur bankinn hegða sig með þessum hætti sko eftir að vera búin að segja þetta? Já, ég var að heyra þá leiðinni hingað í fréttum og ég sagði bara, gilda bara enga reglur hvernig þið hægir ykkur á markaði? Ekki minn sterka, það gilda reglur minn veika. Já, ég meina, þetta er einn íslenski réttur. Skildi ekki sko. Krakkar mínir góðir, nú erum við komið svolítið fram yfir tíman okkar. Já. Og frammi bíða 3 þingmenn. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Helga Vala Helgadóttir, lögmaður, Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar og Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar. Og Smári, við sitjum eftir. Til okkar að koma Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Sigmar Guðmundsson og Sigurður Örn Hilmarsson. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.